Þvílíkt og annað eins loksins fáum við að koma saman. Það verður veisla í dag. Við ætlum að halda fram að lofa Guð og við ætlum að vexa með hann í dag því að hann á það skilið. Má ég heyra amen? Við ætlum að syngja næst lag sem heitir Here's in Heaven. Setjum augum okkar á þig, Drottinn. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, and the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, and the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us, surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Sing det med våra hjärtan i Jesus. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounding us. Surround us, Lord. Fill this now, Jesus. Fill up this place, oh God. Spirit of God, for fresh waters, we need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, for fresh waters, we need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. For fresh waters, we need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in for fresh waters. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, and the Spirit of the Lord is here. He is here. Halleluja. Mér langar til þess að biðja ykkur aðeins að rís á fætur. Við erum samankomin í Jesú nafni, hann er hér
Og ég bara virkilega trúi því að Guð ætlar að starfa hérna með alveg ótrúlegum hætti. Ég veit að ég er full af eftirvæntingu fyrir því sem að Guð vil gera. Þannig að ég veit að við þurfum öll á einhverju kraftaverki að halda inn í líf okkar. Þannig að við langar til þess að biðja ykkur aðeins að lyfta upp höndum og bara lofa hann hér í dag. Gefa honum smá tíma þar sem við segjum bara Drottinn, ég elska þig, ég vel þig Drottinn og ég þakka þig fyrir það sem að þú ert að gera Drottinn. Og Drottinn, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér í dag Drottinn. Þú er búin að vera að gera furðu hluti Drottinn, alls konar hluti í lífum okkar allra Drottinn og ég bið að fullkomna það verk sem að þú hefur hafið. Og Drottinn, ég bið fyrir kirkju þinni á þessum tíma sem við lifum á, þegar margir eigum sárt að binda, að við mættum finna Drottinn styrkin í þér, ekki einhverjum auka hlutum hérna úti sem skiptir ekki máli, heldur styrkin okkar í þér. Og Drottinn, að við myndum rísa upp og vera það sem við eigum að vera, Drottinn. Og ég bið Drottinn fyrir einum og sérhverjum úti, ég trúi því það eru hlekkir sem að muni brotna hér í dag. Ég trúi því að fólk muni sjá glaðan dag strax á morgun. Ég bara trúi því í Jesú nafni og ég bara tala yfir líf ykkar, nýja gleði, nýja von, nýja daga, nýtt upphaf. Drottinn, nýtt upphaf hér í dag, Drottinn, og við ætlum að taka við því sem að þú hefur fyrir okkur í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Og bara velkomin á samkomu. Gaman að sjá okkur. Takk Jesus, þvílíkt yndislegt að fá að koma hérna saman. Eru þau ekki æðisleg? Amen. Við ætlum að halda áfram í lofgjörð. Við erum bara rétt að byrja.
með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Í þér er hvíld, ó Kristur minn. Traust á þig, nú leysir kraftinn þinn. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Í þér er hvíld, ó Kristur minn. Traust á þig, nú leysir kraftinn þinn. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Takk Jesús. Trúin færir fjöllin. Trúin færir fjöllin. Og bíðum eftir þér. Vertu velkomin, drottinn. Vertu velkomin inn í hjarta okkar, drottinn. Takk Jesús.
trúin færir fjöllin, lát þau færast hér í hjörtum eftir vænti, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér. Þú heiminn hefur skapað, þekkir hjarta mitt, mér frelsið hefur gefið og elskar mig svo heitt. Bíðum eftir þér og í þögn lyftum hönd til þín, aðeins þín lofum við, syngjum halleluja. Lovorð þín til mín, þú eflir öll þín loforð. Lovorð þín til mín, við
worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are where you make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, we make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. Woo! I worship you. I worship you. 'Cause you are the way, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are we make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker. Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Woo! We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Woo! Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working.
stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. Never stop working. Það skiptir ekki máli hvar. Það skiptir ekki máli hvað þú finnur. Hann hættir aldrei. Hann hættir aldrei. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann mun aldrei sleppa þér. Halleluja. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Takk Jesús fyrir náðina, elsku þér tókast. Amen, takk Jesús. Ég var með svo sterkt hugsa til þess þegar Jóhanna fór að tala. Vitið það, Guð er svo miklu stærri en okkar gæsahúð. Og ég vil segja þetta enn og aftur, Guð er miklu stærri en mín gæsahúð. Miklu stærri. Og það er einmitt þannig, veist, á svona tímum sem við erum að upplifa hér. Vitið hvað við erum að gera? Við erum að lyfta upp nafni Jesú. Og vitið hvað gerist þegar við lyftum upp nafni Jesú? Hlekki fara að brotna. Þú veist, mér bara minnist að Pál og Sílas þegar þeir voru fastir á höndum og fótum og þeir fóru að gera það eina sem þeir kunna gera í kringumstæðin sem þessum. Og oft upplifum okkur þannig ekki satt. Það sem að kringumstæðnar eru bara, þið vitið, þær eru bara svolítið snúnar. Og við stöndum frammi fyrir því sem þjóð. Við erum að fara í gegnum eina dýpstu lægð sem við höfum séð í 100 ár. En aftur, Guð er stærri en okkar lægðir eða hvað sem við köllum það. Hann er svo miklu stærri og hann gerir veg þar sem engin vegur er. Og hvað gerðu þeir á miðnæturtímanum? Hvað gerðu þeir? Þeir fóru að lyfta upp nafni Jesú. Þeir fóru bara að lofa Guð. Og hvað gerðist? Allt í einu kemur landskjálfti. Vitið hvað gerist þegar við fyrir að lofa Guð? Það kemur landskjálfti í lífum okkar. Og hlekkirnir ósjálfrátt, á þess að einu sem við finnum eða sjáum, þetta er ekki gæsahúða moment á miðnættu tímanum. Þetta er ekki gæsahúð. Við gerum bara það sem við eigum að vera að gera. Það er að lyfta upp nafni Jesú og hlekkirnir fara að hrynja af okkur. Og það sem að meira er, hlekkirnir hrynja ekki bara okkur. Þau hrund af öllum þeim sem voru í kringum þá. Þannig að ef að þú gerir rétt, ef að ég gerir rétt, þá hefur það ekki bara áhrif á mig. Það hefur áhrif á alla í kringum mig. Og þess vegna skiptir svo miklu máli í staðinn fyrir að tala okkur niður, að tala okkur upp. Jesús er stærri. Og við þurfum að passa okkur á þeim tímum sem við lifum á einmitt að tala það von sem er fólkin í Jesú. Vitið að það eru engar kringumstæður svo svartar að hann ráði ekki við þær. Þannig í Jesú nafni ég bara tala inn í ykkur von og þeir sem eru heima, taktu við voninni sem fólkin í Jesú. Það er bara ekkert sem að jafnast á við það.
En við ætlum að taka samskot. Því að það blessun að fá að gefa. Sannarlega blessun. Við ætlum að taka samskot hér í dag og þeir sem að vilja blessa og eru heima, þið fáðu upplýsingar reikningsnúmer og annað á skjáinn. Endilega takið það. Það svo mikið blessun fólkin í að gefa. Það Jesús á peningunum okkar að halda. Nei, ég sjálfsög ekki. Starf Guðs þarf á fjármunum að halda. En málið það að þegar við gefum það fáum við. Það sama með peninga, það sama með ást og kærleika, það sama með alla hluti. Og við eigum að hafa gjöfult hjarta. Bara í öllu. Þannig í Jesú nafni gefum í dag og uppskjörum ríkulega í Jesú nafni. Amen. Við erum svo lánsum í kirkjunni með svo mikið gæða fólk í tónlist og bara eigum ekki að gefa þeim alveg innilega gott klapp. Amen. En við ætlum að hlusta og hlýða orð Guðs og Halldór ætlar að predika núna í dag. Ég ætla alltaf að segja í kvöld, það í dag. Þannig að Halldór, sjáu þið hvað hann mikil snillingur. Ég held að þið kunni öll að ganga. Já, ég gera það svo vel. Halleluja. Þetta ekki dásamlegt? Að fá að hittast aftur, við erum búin að bíða eftir þessu. Fá að koma saman. Lofa Drottin saman. Við erum búin að gera á netinu núna sem virðist vera bara mörg ár. En einhverju mánuðir. Nú erum við komin saman til þess að lofa Drottin í kjötumum eins og ég sagði á hann. Það netheimar og kjötheimar. Hérna allt mjög prúðmannlegt í salnum. Ég sé að það góð fjallað á milli fólks það sem fara á við og þeir sem vilja vera saman og geta verið saman og eru saman, þeir sitja saman. Þannig þetta náttúrulega dásamlegt. Svo velkomin aftur á samkomu í húsin okkar. Kirkjan kemur saman og ný í Guðs húsi. Amen, það dásamlegt. Og það náttúrulega alveg þess virði núna að óska sjómönnum og öllum þeirra fjölskyldum til hamingjum í daginn. Til hamingjum í sjómannadaginn.
áður en ég segi það sem mér býr í brjósti, þá langar mig í ljósi þess sem búið að gerast í heiminum, ekki bara COVID, heldur afleiðingar ýmiss konar af svona kynþáttamisrétti og rasisma sem að birtingamyndin hefur verið svolítið í Bandaríkjunum, en hún líka hér og við vitum alveg af henni. Það voru stöðumótmælinir á Austurvelli daginn og ég gæti predikað þetta, en ég ætla ekki að gera það. Ég ætla hins vegar að benda ykkur að hlusta á hann Helga Guðnason, forstöðumann í Fíladelfíu, frá því í morgun. Bara farið inn þegar þið hafið tíma, sem upptakar örugglega til, hlustið á hann og leyfið orðuna sem hann talar að setjast það í hjarta ykkar. Það dásamleg. Það varla hægt að kalla þetta, ég veit ekki hvað að kalla þetta, fræðsla, hvatning, áskorun, dásamleg. Hlustið á það. En, hvað ætla ég að tala um? Svo ég ætla að rifja aðeins upp. Já, segðu. Í stað þess að fara á okkar fyrstu samkomu núna í einhverja svona flókna og djúpa og mikla kennslu eitthvað og þið veitir hvernig ég er svona kennari í mér, ég vil helst vilja hafa framhald, sko. Þú veist, maður klárar ekkert efnið bara í fyrstu, svo maður mæti bara næst og svo þetta bara svona fræðin, svona gamli kennarinn og ég var kennari hérna í gamla dag í skóla og þannig var það, þú veist að þú klárar ekki dönskubókina bara á fyrstu síðu, það tók alla veturinn, en mér langar að hvetja ykkur í dag með ákveðna þætti því að mörg ykkar, bæði hér í salnum og þeir sem eru að hlusta heima, eru að treysta Guði fyrir ákveðnum hlutum. Það misjafnt hvað við erum að treysta Guði fyrir. Og það líka misjafnt hvað við erum búin að ganga lengi með Guði, þegar ég segi ganga með Guði, þekkja hann og þora, ef að segja, kunna, og sumir segjast ekki kunna það ennþá, að biðja hann. Biðja hann að mæta, biðja hann að koma með þá hluti sem þarfnast í lífið, lækninguna þína, fjármálin þín, sambandið þitt við maka þinn eða unnusta, börnin, ekki síst þegar þau verða úlingar, þá bara breytist allt. Já, bara breytist. Þið vitið, það allt annað. Þegar börnin að verða fullorðin að vilja, náttúrulega vera fullorðin miklu fyrr heldur en þeir eru orðin það, þá það erfitt. Þetta þekkjum öll. Ég veit að enginn ykkur var þannig úlingur, en það eru margir aðrir úlingar svoleiðis. Það bara svoleiðis. Og þegar við erum að treysta Guði á þennan háttinn, þá oft barátta. Og barátta snýst oft þetta að ef að svarið eða lausnin eða það sem við þörfnumst, við erum svo hóvar, veit ég flest, að við erum bara að biðja Guð það sem við þörfnumst. Höldum við allavega? Oftast það þannig. Ég ætla bara að skjóta þið inn hér, ég er ekki bara að tala það, skjóta þið inn þeim líka biður það sem þið þarfnist ekki, sjáðu. Bara að segja, hann svo ríkalega góður. En ef að það kemur ekki svar, þá kemur oft örvænting, það koma vonbrigði og það koma oft, jafnvel særindi út í Guð, út í kirkjuna, út í aðra kristna, af því að þú einhvern veginn ert að missa af því sem þú þarfnast og þráir í lífið og Guð ekki að mæta því. Og mér langar að ávarpa þessa stöðu og það getur vel verið að það sé ekkert, það getur vel verið hjá einhverjum ykkar sé það bara mjög alvarlegt sem að biðja að treysta Guði fyrir þessu virkilega þarfnast, það er komin svo staða að það þarf að komast gegnumbrot. Aðrir eru kannski það sem við hin myndum kannski segja þetta nú ekkert svo stórvægilegt bara, hingraðu bara, en það breytir engu. Því þegar við erum í þessari stöðu að bíða eftir svarinu, þá það stórt fyrir okkur. Þá það stórt og við þörfnumst þess. Og
Hvað gerum við í þeirri stöðu? Hvernig bregðumst við þegar við lendum í svona stöðu fram fyrir Guði? Að við erum búin að biðja og við erum búin að biðja alveg, þú veist, sumir svo orðuglir alveg búin að biðja í 5 mínútur, sko. Þú veist, bara alveg. Og það gerist ekkert. Þú veist. Sumir eru óþolinmóðir, við veitum það. Hann bara svaraði mér ekki. Ég átti eina bænastund í 5 mínútur og það kom ekkert. Látum það vera. En þau eru búin að biðja í 5 ár. Og 15 ár. Og það ekki enn komið. Og það ekki eins og sért að biðja hann eitthvað sem hann ætti ekki að vilja gefa þér. Í orðunum ekki, þú getur sýnt fram á ritningavers að í orðunum þetta eitthvað sem hann vill gefa þér. En þú ert ekki búin að eignast. Og hvað gerum við þá? Við förum í alls konar leikfimi. Við förum bara við getum byrjað svona einhvern veginn. Ég vissi þetta. Ég ekki þessu verður að fá þetta, sko. Ég ekki góður. Ég stend mig ekki nógu vel. Ég bara, ég vildi óska að ég væri betri og það myndi Guð heyri í mér. Hann heyri náttúrulega ekki í mér. Bara, þú veist, himinn lokaði fyrir mér. Hann sem eir. Það bara jártjald fyrir eða eirtjald og hann heyrir ekkert og bæninnar fara henni upp í lofti og þetta beint strax svona með aftur og þú veist. Og það náttúrulega allt mér að kenna. Ég ómögulegur. Og ef við komumst að þeirri niðurstöðu að við séum ómöguleg, þá gerum við tvennt allavega. Annaðhvort hörfum við alveg og við gefumst upp. Og við bara gefumst upp og segja að þetta þýðir ekkert. Til hversu óskopunum ég að þessu. Eða við fyrir í hinn áttuna, ok, hvað þarf ég að gera? Þarf ég að gera eitthvað hérna? Það að laga mig. Heyrðu, Inga byrjuð með bænastundunar aftur. Ég þarf að mæta á bænastund. Þú veist, og við fyrir að finna alla þessa hluti sem við þurfum að gera til þess að ná til Guðs. Og ef að ekkert af því virkar, þá reynum við að snúa upp á höndina á honum. Það reynt að snúa upp á höndina á Guði. Það getur hljómað einhvern veginn svona. Guð, bara ef þú gerir þetta núna, sko, þá skal ég, sko. Svona innantóm lofvörð eitthvað. Þú veist alveg að þú myndi ekkert gera það. Því augnabliki, svo sannarlega skaltu gera það. Og þetta bara snúa upp á höndun og þú reynir að þvinga hann einhvern veginn til þess að koma með svarið. Þú ert ekki þess verður, sjáðu, þá er þú að gera eitthvað í málinu. Þú getur grátið úr augun af skömm og sekt vegna þess að þú svo lítill og aumingilegur. Þið þekkið þess að stöðu krakkar. Ég veit ekki neitt kristinn sem ekki hefur verið þarna. Bara engan. Einhvern tímann. Yfir litlum hlutum, stórum hlutum og allt þar á milli. Spurningin þessi. Hvað kennir Biblían okkur það sem við getum gert eða eigum að gera? Gleymum öllu því sem við höldum við þurfum að gera. Gleymum öllu því sem við erum að vöna að gera í lífinu út í hinum stóra heimi. Hvernig við reynum að fara að þóknast fólki til að fá eitthvað. Ekki þið, veit ég, fullt af fólki sem er að þóknast öðrum til að fá eitthvað frá þeim. Við bara hugsum ekki þannig, við erum réttlát. Við hefðum okkur þannig að við erum að reyna, svo þetta gengur svo langt að þetta fyrir út í smjaður stundum. Enn og aftur, þetta aðrir, engi smjárar í þessu húsi. Sjá hvað að fara, svona þetta. Og við reynum að þóknast, við erum að ná okkur í hitt og þetta til þess að láta þetta hlutina ganga upp. En er það sem Biblían kennir okkur þegar við erum þessari stöðu fram fyrir Guði? Kíkjum á hvað hann segir. Byrjum á að lesa í Tímóteusi, 1. Tímóteusi, 6. kafla. Ég ætla að reyna að tala ekkert rosalega lengi. Ok, ekki nokkur trú á andlitinu á okkur. Það var alveg bara, ok, það var allt til að hefur, ok. 6. kafli, í 6. kafla 1. Tímóteus 11-12. Hlustið á þetta. Þú, Guðs maður, Guðs kona, þegar ég segi Guðs maður, þannig að það var að tala við í Krist almennt.
Þú guðsmaður, við höfum ekki gleyma því að konur eru líka menn. Þó sé ekki karlmenn, þá eru þeir kvenmenn. Guðs fólk, getum við bara sagt. Forðast þú þetta, þar að segja þrætur, baráttu, reyna að fá það sem þú þarf til að klæðast, ágirnast, forðastu alla þessa þætti, það verðsina undan lýsa því, ég ætla að grípa niður. Ef við höfum fæð og klæði þá látum okkur það nægja stendur hér. Hættum þessari veraldlegu baráttu í eigin mætti. Hættum henni. Þú munt aldrei ávinna þessa hluti sem þú þarfnast frá Guði með veraldlegri baráttu. Svo kemur hér. Berstu, já, ég ætla að klára hitt versi fyrst. Stundar réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðulynd og hógværð. Bestu trúarinn að góðu baráttu. Höndla þú eilíflífið sem þú varst kallaður til og játaðist með góðu játningunni við margra votta. Þessi setning, þetta er lykilsetning. Berstu trúarinnar góðu baráttu. Nú ætla ég að segja ykkur eitt. Þetta er eina baráttan sem Biblían segir þér að berjast. Allt hitt er búið. Það er búið að berjast fyrir öllu öðru fyrir þig og búið að fá það að handa þér. Kristur gerði það. Hann sigraði meira segja púkan. En við erum að berjast trúarina góðu baráttu. Og hvað er það að berjast trúarina góðu baráttu? Ég ætla að byrja að lesa úr Orðskviðum. Þetta þekkið þið. 18:21. Dauðu og líf er á tungunar valdi. Vá. Sko, dauði og líf er á valdi tungunar. Slíkur kraftur er í orðum þínum. Ég kem aðeins að því á eftir. Ég ætla að lesa seinni hlutan þessu versi sem er sjaldan er lesið. Sá sem henni, tungunni, beitir, mun þiggja ávöxt hennar. Og nú ætla ég að segja ykkur eitt. Annarkvort er Guðs orð satt eða það bara er ekki satt. Ég veit, ég trúi að það er satt. Ef menn er í vafuð þá þetta er nú meira humbúkið maður. Ok. Nú ætla ég að segja ykkur en litla sögu. Kanski ég hef sagt hann einhvern veginn áður, það breytir engu því hún er svo góð. Fyrir nokkurum árum þá hringdi amerískur heilaskurðlæknir frá Kaliforníu til Suður-Kóreu. Hann hringdi þar í pastor sem nú er hann háaldraður heiti Yonggi Cho. Og bara þeir sem ekki þekkið, hann, get ég sagt ykkur, það er bara stærsti söfnuður heims. Það er svona 1.000.000 manns. Þetta hús myndi ekki duga. 1.000.000 manns. Þeir stofnuðu kirkjunni sinni og sendu 150.000 manns frá sér til að stofna hana. Við sendum kannski 3. Sjá hvað er að fara. Það er bara huge. Og þeir sem ekki viti þessu, nú er einhvern allt að sögu, en hún er líka góð. Þeir sem ekki viti það, kirkja sú óx og dafnaði vegna þess að hann þorði að virkja konur í þjónustu. Konur voru lykillinn að það vaksti kirkjunar í Suður-Kóreu. Og það er í þjóðfélagi þar sem konur eru ekki á sama stað á konur hér. Þrátt fyrir það gerði það. Og Guð sagði, ok, we're on. Og það bara óks. En skurðlæknir hringir í hann og segir, Yonggi Cho, veistu hvað við erum búin að komast að hérna í læknavísindunum? Við erum búin að komast að því að talstöðvarnir í heilanum, þær hafa áhrif á það hvernig restin á líkamanum starfar. Þær eru ekki bara til að tala orð út úr sér til að koma svona samband á við fólk og skilja hvort það. Þær hafa áhrif á. Þú getur talað til líkamans. Og hann sagði, veistu það, við erum búin að finna út af því ef að talstöðvar heilans og maðurinn sem hefur þær, viðkomandi, talar í hnéð á sér, stöðuga sjúkdóm, þá byrjar hnéð að gefa eftir og verða veikt.
En það líka öfugt á hinn háttinn, ef það tala lækningin í sjúkt hné, þá byrjar hnéð að lækna sig. Dauð og líf á tungunnar valdi. Lækning á tungunnar valdi. Heilbrigði til anda, sálar og líkama á tungunnar valdi. Og Jón Guðjón sagði, hvað ertu að segja? Ég vissi þetta. Vissur? Já, þetta stendur í biblíunni, sagði hann. Læknavísindi voru aðeins eftir, en það allt í lagi. Þeir búin að sjá það núna. Þetta stórkostlegur kraftur og þegar þú hugsar þú segir, nei, ég ekkert með svona vald í minni tungu. Nú ætla ég að biðja að taka 30 sekundur og hugsaðu, hvað ég búin að vera að tala mest síðustu 10 árin? Einmitt. Og hvað raunveruleikinn í lífið þínu? Ég þori að veðja einhverju upp á það að það sem þú búin að tala mest, það stór hluti af lífið þínu. Og það það sem Biblían að segja. Við tökum þessu kæruleysislega, en við eigum ekki að gera það. Þannig að það fyrsta sem við gerum, þetta háalvarlegt. Þetta var bara eitthvað djúpt. En þetta alvarlegt. Akkur þetta alvarlegt, vegna þetta sannleikurinn. Þetta raunveruleikinn. Ef þú getur talað heilsu eða sjúkdóm yfir þig, lélegt ástand, eða hvaða nú sem þú alls ekki vilt. Þú vilt þetta ekkert, en þú ert alltaf að segja það samt. Ef þú nærð að snúa við og byrja að tala það sem þú þráir og þarft og vilt og gefa við næstu 10 árin í það, þá væri gaman að tala eftir 10 ára og segja, hvað ertu núna? Hvað að gerast núna hjá þér? Orðið tímatöluð. Og í öðru Korinthubréfi segir að við erum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Og þarna komum við að trúarna góðu baráttu. Þarna komum við að því hvað við þurfum og eigum að gera þegar við erum í þeirri stöðu að við erum búin að biðja og ekkert að gerast og við erum í vandræðum og við erum reið og við erum sár og við erum leið og ég veit ekki hvað við erum orðin. Skilurðu? Þá þurfum við að stoppa. Og þessi veitu, hvað munnur minn búin að tala síðustu árin? Jesús sagði þetta öðruvísi. Hann sagði af gnægð hjartans mælir munnurinn. Það sem að þið alltaf að hugsa í hjartanu, það það sem kemur alltaf út munninum á þér og það það sem skapar þitt líf. Og þú segir, ég ekki með hennar kraft. Jú, ég benti þér á hann. Hvað ertu í dag? Þú búin að skapa ákveðna hluti. Þetta sköpum við ekki allt í líf okkar þannig, en ákveðna hluti ertu búin að skapa. Og hvernig skapaði Guð? Hann sagði verði. Og við erum sköpuð í hans mynd. Við höfum þennan mátt í okkar tungu að tala. Og þú segir, ég nú ekki Guð. Nei. En Guð í þér. Það verður félagt ástand þá. Þetta það fyrsta. Og þetta trúarinn og góða barátta vegna þess að þú segir kannski, ég hef enga trú. Þú átt trú. Það þú bara búin að moka yfir henni með skít. Þú átt trú í hjartanu þínu, hún gefið þér að Guði. Hver einasta mann sála á jörð á sér trúar neista. Hver einu. Líka þeir sem ekki trúa. Þeir bara vita það ekki. Þessi trúarneistir innra með þér og ef að þú búin að gefa líðið Kristi, þá hefur hann fengið svona físurbelg sem blæs á hann og kveikir bál og það logar og ef hann ekki brennandi í dag og þeir finnst þú hafa enga trú eða litla trú, þá var vegna þú búin að vera með munnin þínum voka yfir hann.
Áts, hættu þessu hana, svo leiðilegt. Það getur vel verið að sé leiðilegt. En við þurfum þetta, elsku vinir, ef við viljum vera frjáls. Viltu frelsi? Jesús sagði, Gálatabréfið segir, til frelsis frelsaði Kristus, láttu ekki aftur leggja á þig ánauðar ok. Og þá segi ég, alls ekki gera það sjálfur. Ekki þú leggja ánauðar ok að það sem Kristur er búinn að setja frjálst. Með því hvernig þú hugsar og talar. Þannig að trúarinnar góða baráttu er þessi, að stoppa þegar þú ert í þessari stöðu sem verður að lýsa ára og segja, ok, hvað er það? Fyrsta lagi kannski, er ég að berja trúarinnar góða baráttu? Eða er ég bara að kvarta? Eða er ég bara að kveina? Er munnum minn að tala dauða en ekki líf? Stoppa þú, staldra bara, verður heiðalegur. Horfðu bara framan í sjálfa eins og þú horfur framan í sjálfa á mótnana í spegli. En enda reynum við að breyta okkur þá áður og fyrir út í daginn. En það er svona mál. Stoppum bara við erum heiðaleg. Heiðaleg við okkur sjálf. Hvernig er ég? Hvað er ég að hugsa? Hvað er ég að tala? Vegna þess að Kristur vinnur alltaf í sannleikunum. Hann er sannleikurinn og vinnur þessum alltaf í sannleikunum. Þannig að hann vinnur þegar við sannleikurinn upp á borðinu. Þegar við erum að fela sannleikan, hyljan, moka yfir hann, þá býður hann bara. Hann er meira sér svo góður að stundur henni að hjálpa okkur að móka ofan á því. En við erum jafnfljótt að móka yfir aftur. Er það nokkuð sárt? Ég get sagt ykkur að það er sárt að vita til þess að maður er kannski búin að hindra að koma í veg fyrir eitthvað sem átt að gera fyrir löngu síðan af því maður var svo vitlaus að tala eitthvað bara svo vitleysingur. Og takt eftir, ég er ekki að tala um það að nú er þú bara, í Jesú nafni þá bara játa þetta bara alveg út og unn. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég er bara að tala um hvernig þú talar í daglegu lífi. Örstutt, hér í restina. Þú tekur hugsanirnar til fanga. Ef þær eru í andstöðu við það sem að þú þráir og vilt og Guð sýndir, þá stoppar þær. Ég var að ræða ekki við hugsanir mínar. Hve margir hafa ekki sagt þetta? Það er bara heilin á mig bara að flæja helmaður og ég bara veit ekkert hvað ég ræði ekki neitt við það. Veist, ég ætla að fara að bæna stundum daginn og ég kann ekki hugsa manna það sem ég ætla að gera morgun og veist, hann bara kemur. Ok, nú ætla ég að segja reitt. Hugsanir koma og fara. Það er skjótast og þú getur ekki stýrt öllum. En þú getur svo, þetta er alveg sem með fuglinn sem flýgur yfir höfuðið á þér. Þú getur ekki ráðið hvort fuglar fljúga yfir höfuðið á þér. En þú getur svo sannarlega ráðið hvort þeir búið til hreiður og verpa eggi í hárun á þér. Það getur við. Og þetta er sama með hugsanir. Það koma að fara og þá spyrir ég hvað gerum við þar. Mörg okkar nefnilega staldra við hugsanir sem eru ekki heilbrigðar fyrir okkur, eru í andstöðu við trú okkar og andstöðu við bæn okkar og við höfum að huglega þær og svo byrjar að koma undan munn okkar. Og drepa okkur. Davíð konungur, ég ætla að enda með þessu. Hlustið á þetta. Ef þið haldið að þið hefði lent í vandræðum. Hlustið á Dabba. Davíð konungur Ísraels. Hann fer í stríð. Og hann með alla sína hermenn, nokkur 100 hermenn. Og þeir eru í styrjöld og koma svo sigur yfir heim. Svo kom þær heim í Siklag, þar sem að konur og börn og búfénaður og allt var til staðar. Þeir kom og kíkja, stoppa upp á hæðinu og horfa niður í Siklag. Allt brunnið, þeir ganga niður, konur farnar, börn farin, búfénaður farin, húsin brunnin. Það var allt farið. Bara það var búið að rústa öllu og ræna öllu, þá hefðu
þegar þau eru komið inn og annar þjóðflokkur og tekið allt meðan þeir voru í burtu. Refirnir. Og hvað gerir Davíð og hans 600 hermenn ef ég man þetta rétt? Þeir gráta, hlusta á þetta, þeir gráta úr sér augun þangað til höfðu ekki meiri grátur í sér. Þeir gátu ekki gráti meir. Hefur þú grátið þannig? Það er bara búin í þér allir, sko, þú svo þurrausinn. Að það er ekki til dropi af tári eftir, það er ekkert eftir, þú er syrgið, það er allt, kona mín er farin, sjáðu. Það er búið að stela henni. Davíð og kongur átti 2, það er búið að stela þeim báðum. Og börnunum, og búfénanum, og öllu. Heyrðu, ég efast að margir okkar hafa lent í nákvæmlega svona erfiðleikum. Heyrðu, svo byrja ballið. Þeir eru búin að gráta. Hvað gera hermennirnir? Þá safnast þeir saman náttúrulega fram fyrir Davíð og segir, þetta er þér að kenna. Já, þú tókst þér í burtubæn, við áttum að vera hér. Þú veist, þetta er þér að kenna. Þannig að hann, hafi einhver lent í því. Já, vinir og ættingjar, já, heyrðu, þetta er nú þér að kenna, kallinn minn. Það er, þú veist. Og svo farið bara fingurinn á þig og þér er kennt allt sem úrskeiðis fór. Og Davíð, þá segir Biblían, Davíð fór og styrkti sig í Guði. Það eru meira sér til þýðingar sem segja, hann hresti sig við í Guði. Í þessum hrikalegu kringumstæðum, þá fer hann afsíðis og styrkir sig í Guði. Og ég get alveg sagt ykkur, ég veit fyrir víst, og þið þurfum bara að lesa Davíð sálmana til að sjá að ég hef rétt fyrir mér. Hann notaði sömu prinsip og ég er búin að vera að tala í dag. Þó að maður undir gamla sáttmálanum og þess vegna var hann kallaður af Guði sjálfu, maður eftir Guðs hjarta, vegna þess að hann skildi samhengið í lífinu við Guð. Og hann hressir sig við Guði og ef þið lesið sálmana þá sjáu ég jafnvel, þetta til sálmar, það sem hann byrjar á kvart og kveini. Hann byrjar tungan bara, hann mokar skíti yfir allt í lífi sinu bara, þú veist, það er allt ómögulegt og allir ómögulegir og hann er á svo bátt og hann er, ó drottin, þú ert að fara frá mér og hann kom svona partí, svona sjálfs með einhverja partí, þú veist, það sem hann bauð öllum með, hann er ekki að skrifa það svo ég geti komið. Allir að koma og finna til með mér og hann segja, á svo bátt. Og takk eftir, ég er ekki hér að tala þá sem virkilega eiga bátt. Þið vitið það, krakkar. Það er nóg af fólki sem á virkilega bátt af öðrum ástæðum og orsökum heldur en sinni eigin tungu. Ég er að tala það sem þú og ég sköpum í okkar lífi með tungun okkar. Ok? Þið eru með mér. Svo hann hressir sig við. Og í sálmunum það sem hann byrjar svona illa, þá endaður yfirleitt á því hann, hvað er ég að gera þetta? Meiri vitleysa sem hann kom út mér. Snýr sér við og segir, drottin fyrirgefðu, þú ert mikill. Svo byrjar hann bara að tala. Þú ræður yfir þessu. Þú ert minn Guð. Þú, ég mikla þig Guð. Hafið tekið eftir því að þegar þú miklar Guð, þá verður hann ekkert stærri. Hann er alltaf eins. Hann verður bara stærri fyrir þér. Það er eins og að taka stækkunagler. Hvað er stór? Af því þú byrjar að mikla hann. Og einum stað segir, hann tók og hann sagði, lofa drottin. Hann skipaði sál sinna að lofa drottin. Bara, lofa drottin, sála mín. Bara onni í hálsmáli á sér, bara lofa hann núna. Veistu hvað það segir mér? Hann var ekki neinu stuði til þess. Hann var bara ekki neinu stuði. Hann langaði ekkert til að gera þetta. Hann var bara fúll. Leið illa. Ömurlega, það var ekkert að gerast í líf hans, það vantaði allt upp á þetta, það var ekkert líf, hann datt ekki í gólfi á síðustu samkomu og þetta var bara alveg, það var ómögulegt. Einmitt. Hann var ómögulegur, vegna þess að Guð var einhvern veginn svo fjarri og þetta var allt, og þá segir hann bara, lofa drottin sála mín. Þá barðist hann trúarinn og góðu baráttu, fór inn í sig og sótti orðin sem þurfti að koma og byrjaði að byggja sitt líf upp í sigri og krafti. Og ég skora á þig, elsku bróður og systur,
taktu líf þitt, náðu í orðin inn í þér kraft Guðs og láttu þið byggja líf þitt til sigurs og lífs. Í Jesú nafni. Þú mátt byrja. Hjálpi mér, ég held að ég ráð ekki við mig núna. Mér langar til þess að bæta við. Innan, ég held 3 sólarhringa frá þessari baráttu hans Davíðs, þar sem að allir snerust gegn honum og hann hressti sig upp í Guði, var hann konungur í Ísrael. Og þeir náðu öll. Þau fundu allt og allt kom aftur. Það hefði engin meiðst. Það hefði engin tapað lífi, ekki neitt. Þetta prinsipvinir. Það sem hann að segja, hann Halldór, virkar. Og þetta aftur og aftur og aftur í reikningunum. Út af hverju? Því að þetta virkar. Já, þetta trúarinnar góða barátta. Ég get ekkert sagt núna, ég bara springi í loft upp. Það nú aldrei gott að samkomum að springi í loft upp. Það væri gaman að sjá það. Já, takk Jesus. Já, biðjum, nákvæmlega. Ef ekki rísa fætur að biðja. Yndislegt að sjá ykkur. Ég veit að við erum að sigla inn í, og það fullt af fólki út af landi og allt að gerast, en mikið yndislegt að sjá okkur. Við ætlum að biðja saman. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig í dag. Og Drottinn, það getur vel verið að við séum í aðþrengdum kringumstæðum í dag, Drottinn. En það sem við ætlum að gera, það að setja sjón okkar á þig. Við ætlum að stækka þig. Við ætlum að gera það sem við eigum að vera að gera hér í dag. Við ætlum að lyfta upp nafni þínu. Og Drottinn, þegar við lyftum upp nafni þínu, þá minnka okkar kringumstæður. Þá ert þú stór og allt sem við erum að gera, það verður minna. Og Drottinn, ég gef þér dýrðina. Því að í gegnum tíðina, Drottinn, þá hefur aldrei brugðist mér. Ekki einu sinni. Þú hefur aldrei brugðist mér, Drottinn, og ég vil bara þakka þér fyrir það að þín loforð standa. Þú ert kraftaverka Guð. Þú ert sá sem að gera leið þar sem að engin leið er. Þú ert sá sem að kom Ísraelsmönnum út úr Egyptalandi, Drottinn, og inn í Kanansland. Þú ert sá sem að mun leiða okkur inn í Kanansland, Drottinn. Og Drottinn, í dag, þá brýt ég hlekki af því sem hefur verið sagt yfir líf okkar. Hvort sem að við höfum talað út sjálf eða aðrir hafa talað yfir okkur. Ég brýta á baka aftur í Jesú nafni. Og ég lýsi því yfir að þú ert frjáls í dag. Harabashiak. Og notum ekki frelsi til færis fyrir holdið. Harabashiak, heldur þjónum Guði. Þjónum Guði, lofsumum Guði á hverjum einasta degi, mörgum sinnum á dag. Lyftum nafni Guðs og þökkum fyrir það stórkostlega sem að Guð hefur gert í líf okkar. Harabashiak, Jesus. Og ég bara, Drottinn, við afklæðumst okkar eigið, Drottinn, okkar eigin löngunum og bara mistökum og öllu, Drottinn, og við íklæðumst þér. Og í dag, Drottinn, þá nýtt uppaf. Það ástæð fyrir því að við héldum blöðrum hérna uppi út af því að við erum að fagna nýju uppafi. Því að þú hefur nýtt fyrir stafnu og í dag verða þáttaskil. Það verða þáttaskil. Við ætlum ekki bara að vera heyrendur orðsins, við ætlum að gera orðið. Og við ætlum að sjá sigra sem að við höfum aldrei séð áður í líf okkar. Við ætlum að sjá það gerast í Jesú nafni, í Jesú nafni, í Jesú nafni, amen. Harabashiak. Ef þið viljið fyrir bæn og eitthvað til að standa með ykkur í bæn, komið þið fram, annars stundin formlega lokið og bara Drottinn bless ykkur. Það bænastundin á þriðjudaginn 7:30, hvet ykkur til að koma og svo verður meira eftir því sem að sumari tekur enda og svo framvegis, þá bætum við meiri dagskrá. Þannig að komum saman og Drottinn bless ykkur í Jesú nafni.